hversu nálægt, eða heyrist nógu vel í mig hér. Fundarstjóri, já, ég aldrei að fara alltaf hingað. Ok, þú veist, ég held að sé bara línan með hælana á línunni, þá ertu frekar. Fundarstjóri, já, ég alltaf hælarnir á línunni. Ok, og taktu núna smá karakter, skilur fundarstjóri, dómara, andmælendur, góðir gestir, þetta ekki flókið. Í karakter. Ok. Það verður miklu ósæðilega þegar það eru fleiri. Já. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir, þetta ekki flókið. Svona. Ok. Ok, næsti. Halló. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir, þetta soundcheck. Hælarnir á línuna maður. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir, þetta Gústi B. Já. Ég með penna, hvað ég setja marga á hvert borð? Já, 5 af 5 ekki? Það penni nú þegar. Það nú þegar. Hver eru dómararnir?
Sjálfur heiti ég Kak. Nei.
hægt að hækka allt sko, en það er bara spurning að þið viljið ekki að mikrofónin sé fyrir sko. Þú veist, þá þegar þið byrjið að tala þá kannski reyni ég bara að hækka í honum svo það heyrist hérna, en það geta alveg verið svolítið mikið vesen sko. Svo... Já, bara þú veist, ef við getum fundið bara fína hæð allavega fyrir fyrsta núna. Þannig að... Hvar er fyrsti? Hún er bara... Hrandur. Eða hversu há er hún? Já, ég er með þetta Hrandur. Þetta er ekki... Hún er ekkert lágvaxin, hvað er það að segja það? Það er ekki... Nei, það er minna en hún sko. Já, herðu. Já, ég veit það. Já, ok, ef ég er lágvaxin, ef ég er svona hérna. Ef allir þurfa að geta séð ræðumanninn sko, þá er það alveg með smá vesen með mikrofónin. Já, er það að meina mikrofónu á Sandvíki? Já, þú veist, bara hans ég... Já, það meina. Bara upp á hvar þið viljið hafa blöðin ykkar. Já, blöðin eru bara hérna, þú veist. Já. Þannig að bara finnst ef hann getur verið, þú veist, bara einhvern veginn svona. Já. En bara, þú veist, þannig að þau þurfi ekki að einhverju basliðir mæti upp í bóti. Já, akkurat. Það er bara... herða þetta almennilega. Svo getið þið bara... Þið getið alltaf bara, þú veist, lyft og snúið þessu eins og þið viljið, sko. Þannig að testa mækinn. En ef ég er... Er ég jafn háa? Já, hvað þú ert lítil. Svona? Er ég veint? Jú. En ef mikrofónin er svona langt frá, þið getið alltaf styrt hann samkvæmt því, sko. Já. Bara sjálf líka að passa að vilja og nála þannig. Þú getur það, ég er fulltrúður. Getur það líka, ha? Stingur í hjarta. Einu sem ég myndi segja væri bara... Er það? Myndu Ísak? Hver eru röngstað? Það er bara... Það er greinlega ekki regla en yfirleitt maður hérna þegar maður er bara komið utan að velja. Syngja mamma. Já, algjörlega. Já, ég gæst alveg að taka sko. Við erum bara mestu kemur. Ég er bara kall. Þú veist hvað ég er bara mestu. Lifi síðan gegn. Þetta bara... Ekki. Nei, ég er með MS sem vísum Sundarsson. MS sem er Sundarsson. Nei, það er bara það sem, þetta eru víst einhverjar. Hvað er það? Sjálfur veit ég, en...
ég að segja eitthvað? Hæ? Virka mækurinn, eða? Mækurinn. Hvað segir maður? Mækinn, sorry. Virkar þetta? Virka. Var það? Ok. Nei, Davíð, ég ætla að gera það, gerði, sjálfur er ég, þá ger ég. Nei. Kristey, hver á fótum? Við sýnum þetta allt. Hann er hallarlega listi. Hver er tímaður enn? Hvað, þessi hinn tímaður er ekki að fara að mæta? Hver er tímaður? Aftur, Davíð, aftur, aftur. Davíð, aftur. Davíð, jú, Davíð, einu sinni. Það er komið. Hver á hana lík? Salur?
Góða kvöldi, allir saman. Heil og sæl. Já, heil og sæl góða gestir og verið hjartanlega velkomin á 8 liða úrslit Morfís. Í kvöld mætast lið Vestló og MS og sá skóli sem sigrar í keppnina í kvöld heldur svo áfram á undanúrslit og færist einu skrefi nær bikarnum. En já, umræðefni kvöldsins í kvöld er boðskapur Jesú Krists og VFI mælir með og MS á móti. Dómararnir okkar í kvöld eru þau Sigurbjörg Nanna, Una Tjörva og oddadómari er Einar Baldvin. Gefum gott lag. Svo eru það tímaverðirnir en þau eru Andri fyrir hönd Vestló og Nadia fyrir hönd MS. Gefum gott lag. Sjálfur heiti ég Aron Ísak og ætla að fá að vera fundastjóri ykkar í kvöld. En ég ætla ekki að vera lengi þetta alltaf mikið og ætlaði nú bara að fara að kynna liðin. Og já, ég vil bjóða fyrst upp á sviði ræðilið meðmælanda Vestló. That she wrote speech to the young, speech to the progress toward. Say to them, say to the down-keepers, the sun-slappers, the self-soilers, the hominy ushers, even if you are not ready for the day, it cannot always be night. You can't hear me, já, hann er góða. Já, sorry. En já, næstu á svið ætla ég að bjóða ræðilið andmælanda, MS. Ég heiti Fannar Halldór. Ég ætla að skemmta fólkinu hér. Hey Fannar, við skulum að sjá hvernig textinn gjörðu sem vel við. Já, yndislegt. En já, ég vil bara þakka báðum liðum fyrir geggjaðar innkomur og yes, en hérna, já, þá er bara ekkert eftir neina að bíða en að byrja. Og næstum í pontu vil ég bjóða liðstjóra meðmælandi upp á svið, Helgu Harðardóttur. Halló, hæ og verið hjartanlega velkomin í HITT húsið! Ég heiti Helga, áhugamál mín eru skvass, leðurvinna og tónlistarmaðurinn Daniel. En nóg mig, liðið mitt, áhugamál þeirra eru einnig skass, leðurvinna og tónlistarmaðurinn Daniel. Frummælandi er engin önnur en Nadia Hjálmar!
Meðmælandinn engin annar en Blakan Bjarni K. Stuðningsmaður okkar hinn eina og sanna Urður Vala! Og liðsmenn út í sal þeir gullfallegu, stórhættulegu Dagur Þóris! Og Ingunn Ísarena! Sjálf heiti ég Helga og liðsstjóri, njótið. Yes. En já, næst upp í pontu liðsstjóri andmælanda, Lára Sif. Góðan daginn. Ég ætla að fara með lítið ljóð. 10 eru leiðilega týpur. Ég benga bara 8 eða 9. Ég á mínu sitti, þú á þínu. Ég legg inn endalaust að klukkutímum. Ég líka með aðeins betra, það eftir Gústaf B. Matvælastofnun, þið vitið ekki neitt. Ég með ref heima hjá mér, já, mér þykja það leitt. Að ykkur finnist þetta í alvörunni vera svo slæmt. Illa lyktandi, nei, ég var að baða hann í gær. Núna ætla ég að kynna liðið mitt. Frummælandi Eydís Jansen! Næst höfum við meðmælanda Kolkarif! Og stuðningsmaðurinn okkar Berdís Rúnarsdóttir! Sjálf heiti ég Lára Sif og ég liðsstjóri. Takk fyrir mig! Okidoki. Það var bara ekkert eftir neinu en að bara hefja þetta shit og yes. En næst upp í pontu engin önnur en frummælandi meðmælanda Nadia Hjálmarsdóttir. Drottinn, ég bið þig, fyrirgefðu andstæðingum mínu það að svívirða þig og þinn eina son í voru heilaga hinuhúsi. Þau taka ekki mið af kennslu þínum alheiligu og algóðu, ekki af ásettur á þig en af gáleysi. Hjálpaðu mér, Drottinn, gefðu mér mátt til að bera boðskap sona þíns í lófa mínum og svo flengi ég lið MS-inga og brennimerki afturenda þeirra með þínum heilaga krossi og bera trú þína hér í kvöld. Því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. En fundastjóri, dómarar, andmælendur og góði gestir, sama hversu gaman mér finnst að leggjast á bakið og glenna mig, þá ég enginn trúboði. Og sama þótt að umræðinu kvöldsins sé boðskapur Jesú Krist, þá erum við verslingar ekki að segja neinum hvaða trúarbragði þeir eiga að fylgja. Því kæru fundamenn, það best að við gerum það öllum skýrt sem fyrst að keppni boðskap Jesú Krist ekki keppni hverju við eigum að trúa, keppni kirkjuna eða keppni kristna trú í gegnum aldirnar. Nei, slagurinn sem MS vildi taka mun furðulegri en það. Vígvöllurinn í kvöld ekki í trúarbrögðum eða trúarstofnunum, heldur við sjálfum kærleiksboðskap Jesú Krist. Öll þekkjum við gullnu regluna. Það sem þér viljið að aðri menn gjör yður, það skuli þér og þeim gjöra. Komdu fram við aðra eins og þú vilt að aðri komi fram við þig. Ást fyrir náunganum, fyrirgefning við óvini, auðmýkt, kærleikur. Þetta eru hugtökin sem kom upp í hug okkar þegar við hugsum Jesú Krist. Vegna þess að þetta það sem Jesús boðaði. Þetta boðskapur Jesú Krist. Hvað af þessu það sem MS mælir á móti hér í kvöld? Vegna þess að það gengur ekkert að taka einn og einn hlut úr samhengi og kalla það boðskapinn. Heldur þurfum að líta á heildarmyndina og þá sjáum við að boðskapurinn góður. Ekki vegna þess að við erum trúið, heldur vegna þess að við erum skynsemisverur. Aðal inntak skilaboð Jesú Krist,
boðskapur Jesú Krist, ekki það sem fólk hefur gagnrýnt í gegnum aldirnar. Heldur hefur gagnrýnin bara verið tengt vanhæfni okkar til að framfylgja boðskapnum. Þegar við tölum hvort kristin trú sé góð eða slæm, þá erum við ekki að tala neitt annað en hvort trúin sé raunverulega að bera boðskap Krists eða ekki. Og þegar boðskapnum ekki fylgt, þá eitthvað sem að. Þess vegna botnum við ekkert í því af hverju MS-ingar vilja taka þennan slag af öllum. Þau mega segja það sem þau vilja kaþólsku kirkjuna eða Vatíkanið, en það hefur alltaf verið okkur mannkyninu óljóst að boðskapur Jesú Krists í sjálfum sér góður. En að því sögðu þá getum við verslingar ekki litið framhjá því að slæmir hlutir hafa verið gerðir í nafni Guðs. Við þekkjum öll þessi dæmi. Gryndaverk framinn fyrir Guð og Jesú Krist. En MS svarar mér þessu: ef umræðan kvöldsins væri íslam, væri eitthvað vitið því að tala ISIS í allt kvöld? Nei, því það ekkert íslam og svo sannarlega ekki boðskapur Múhameðs, ekkert frekar en gjörðir KKK eru boðskapur Jesú Krist. Auðvitað viðbjóður eins og hatursglæpur öfgatrúarmanna í engu samræmi við alvöru boðskap Jesú Krist. Því við skoðum ekki boðskap í ljósi þess hvernig fólki getur mistekist af framfylgjunum. Og ennþá síður hvernig nokkri brjálæðingar túlka. Alveg eins og við erum ekki á móti rauðum umferðarljósum vegna þess að litblindir geta haldið að þau séu græn. Við þurfum að líta á boðskapinn eins og hann leggur sig. Boðskapurinn einn og sér algóður og minnst af öllu hann eitthvað til að mæla á móti. Komdu fram við aðra eins og þú vilt að aðri komi fram við þig. Það það sem Jesús kenndi okkur. MS, þetta ekki bara einhver mest basic good shit boðskapur sem fyrirfinnst í mannkynssögunni? Ef ekki, þá svarið mér þessu. Hvaða boðskap eru þið eiginlega tilbúin að mæla með? Engum. Ef þið mælið á móti boðskap sem samastendur af kærleik og ást fyrir náunganum, hvað í ósköpunum það sem þið mælið með? Því við erum ekki að segja að við eigum að fylgja boðskapi Jesú Krist og hafna öllum öðrum. Í rauninni erum við ekki að segja neinum að fylgja neinum. Boðskapur Jesú Krist bara augljóslega góður, sama hvernig maður kýs að lifa lífinu sínu og sama hvað MS segir. Auðvitað boðaði Jesú trú sína, en hann sagði það sjálfur að maður þarf ekki einu sinni að trúa á Guð til að komast inn í himnaríki. Maður á bara að koma fram við aðra eins og maður vill að aðri komi fram við mann sjálfan. Það leiðin til himnaríkis. Allir eru velkomnir, alveg sama hverju maður trúir. Maður þarf ekki að trúa á Guð. Trúið mér ekki MS. Þið getið lesið þetta sjálf. Mattheusar Guðspjall, kafli 7, vers 21. Þar stendur það skýrum stöfum að þeir sem fara til himnaríkis ekki þeir sem trúa á hinn rétta Guð, heldur þeir sem framfylgja kærleiksboðskap Jesú Krist. Góðir fundarmenn, þar höfum við það. Á meðan Jesús boðaði auðvitað trú sína, þá vissi hann að það yrði ekkert allir samferðir og honum fannst það allt í lagi. Þess vegna þetta svona klárt mál. Því að góðu gestir, auðvitað eigum við að koma fram við aðra eins og við viljum að aðri komi fram við okkur. Auðvitað eigum við að elska náungan eins og við elskum okkur sjálf. Auðvitað eigum við að fyrirgefa óvinum okkar. Auðvitað eigum við að hjálpa þeim sem minna mega sín. Þetta boðskapur Jesú Krist og það að mæla á mótunum ekki bara bull, heldur misskilningur á umræðuefninu. Hvers vegna eru þið ekki að mæla á móti kirkjunni eða öfgatrúarmönnum? Því að boðskapurinn góður og það ekkert annað en vitleysa að vera á mótunum. Nadia talaði í 4 mín og 50 sek. Já, næstur upp í pontu frummælandi andmælanda, Eydís Jansen. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir, ég vissi
að þetta myndi gerast. Verslingar misskilja umræðið. Þeir rugluðust á 2 grundvallar orðum, orðinu boðskapur og orðinu hugmyndafræði. Þeir muni allt kvöld reyna að sannfæra ykkur að boðskapur Jesú hafi fyrst og fremst verið náungakærleikur. En þetta hugmyndafræðin sem Jesú Kristur tileinkaði sér. Hann hafði það hins vegar að markmiði að koma þessari hugmyndafræði til skila með ákveðnum boðskap. Hugmyndafræði eitt. Hugmyndafræði hægt að útskýra með einföldum stikkorðum líkt og náungakærleik. Boðskapur hins vegar svo miklu meira. Boðskapur öll þau skilaboð sem að leiðtogi miðla til fylgjenda sinna og hvaða áhrif þau hafa á þá. Svo einfalt það. Við dæmum ágæti boðskapar út frá því hvernig skilaboðin eru sett fram og hvaða afleiðingar þau hafa í för með sér. Ég skal útskýra þetta fyrir ykkur eins og þið séuð 5 ára. Góð hugmyndafræði til dæmis að vera vegan og vilja aðrir séu vegan. Slæmur boðskapur að segja að þeir sem borði hamborgara myndi brenna í helvíti. Versla mun því ekki geta afskrifa alla sögurnar Jesú sem dæmisögu með einhverjum góðum undirliggjandi boðskap. Nei. Sögurnar sjálfar og allt sem Jesú sagði boðskapurinn. Tökum nokkuð dæmi það hvernig boðskapur Jesú birtist okkur og veltið síðan örlítið fyrir ykkur hvernig boðskapi verið að senda. Takið eftir því hvað hugmyndafræðin hans glatar allri merkingu sinni í þessum illa ígrunda boðskap. Og þá hefst lestur. Í 15. kapítula Jóhannesar Guðspjall segir Jesú: Ég vindviðurinn og þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gert. Hverjum sem ekki í mér verðir varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim safnað saman og varpað á eld og þeir brenndir. Í fyrsta lagi þá þarf greinilega að hringja í Hornípólís að ég eigi að vera í Jesú og bera þar ávöxt og hann í mér. Ég 17 ára. Og síðan hendar hann í að án mín getið þið ekkert gert. Þetta ekki einhver boðskapur fullur af visku. Þetta bara andlegt ofbeldi. Síðan kóranar Jesú þessa ræðu með því að segja að hverjir þeir sem ekki séu í honum verði safnað saman og þeir brenndir. Hér sést að Jesú kemur hugmyndafræðinni ást og kærleik til skila með því í fyrsta lagi að hræða fólk og í öðru lagi að skylda það að vera hluti af kultinu hans. Jesú var fyrst og fremst trúboði. Til þess að eiga góða hluti skilið þurfti þú að trúa og trúa á að Jesú væri sonur Guðs. Trúleysingar máttu fokka sér fyrir Jesú. Og þetta bara byrjunin. Hræðsluboðskapur Jesú fól meðal annars í sér að boða helvíti fyrir þá sem ekki fylgdu honum. Að það fólk sem ekki fylgdi hans siðareglum myndi brenna í helvíti. Hljómar þetta í alvörunni eins og góður boðskapur fyrir einhvern hérna inni. Jesú boðaði einnig mjög oft að heimsendir væri í nánd og að þá myndi vondu fólki vera eitt á jörðinni og sent til helvítis. Þessi áhersla mjög áberandi í guðspjöllunum og fræðimenn eru almennt sammála að þetta hafi verið kjarni siðaboðskapar Jesú. Pæli í því hversu ógeðslegt samhengi þetta setur allan þennan svokallaða góða boðskap Jesú í. Jesú fannst maður bara hafa efni á því að vera friðsamur og elska óvini sína vegna þess að heimsendir væri rétt handa við horni og þá myndi Guð hefna þeim á sem fyrirvann. Hljómar þetta eins og maður sem vill alvörunni frið og ást. Hann ekki á móti ofbeldi vegna þess að ofbeldi í sjálfu sér slæmt, nei. Hann á móti ofbeldi einmitt núna vegna þess að bráðum mun Guð fremja margfalt meira ofbeldi. Versló, finnst ykkur þetta að vera fallegu boðskapur? Sjáuð ekki hvernig hugmyndafræði Jesú náungakærleika kom út til skila með eigingirni og einræðis tilburðum? Að þú verðir að trúa honum og fylgja í einu og öllu. Þetta boðskapur hans. Svona kemur hann hugmyndafræðinni sinni til skila. Sjáuð ekki hvað þetta sturlað? Þessum boðskap þurfa verslingar að mæla með í kvöld, þessari sturlun. Góði gestir, boðskapur Jesú, það hvernig hann kom öllum skilaboðinu sínum á framfæri, ekki það sama og hugmyndafræði hans. Allur boðskapur Jesú byggður á því að fólk verði að fylgja honum, annars sé helvíti og heimsendi að vænta. Boðskapur hans byggði á þessu. Því höfnum við þessum boðskap algjörlega að eilífu. Amen.
Eydís talaði í 4 mínútur og 54 sekúndur. Næstur upp í pontu meðmælandi meðmælanda Bjarni K. Bjarni hefur alltaf 7 mínútur til þess að koma sér upp í pontu.
2, 2. Þrjátíu sek. Fimmtán sek. Fundarstjóri, dómara, andmælendur og góðir gestir, eftir þessa stórsniðugu og hugnami ræðu hjá henni Eydísi þurfum við öll í sameiningu að minna okkur á eitt. Og þá er ég ekki að tala um það að minna okkur á hvað morfístur að vera svona leiðileg keppni, heldur þurfum við enn og aftur að minna okkur á það hvað umræðefni kvöldsins raunverulega þýðir. Þökk sé útúrsnúningsorgíu Eydísarinn áðan. Umræðefni kvöldsins er ekki allir þurfa að trúa á Guð eða kristni trú hefur aldrei brugðist okkur eða hugmyndin frá Jesú er góð en boðskapurinn ekki. En góðir gestir, hvers vegna mála MS það upp sem umræðefni? Jú, til að svara því er gott að byrja á byrjunni og spyrja hvað er að slæma sem hefur sprottið upp úr kristni trú? Jú, flest öll dæmin eru búin að vera nefnt. Krossferðirnar, KKK, öfgamenn, fermingamyndataka kolku. En góði gestir, eins og Nadia minntist á áðan. Eru þetta afleiðingar þess að fylgja boðskapi Jesú Krists?
Eða þessi hlutir ekki einmitt afleiðingar þess að mistakast það að fylgjunum? Og svarið jú. Og með það í huga fáum við einmitt svarið við spurningunni hvers vegna MS getur einfaldlega ekki mælt á móti umræfni kvöldsins án þess að hljóma eins og okkur illmenni, eins og kölskinn sjálfur Lúsífer. Boðskapur Jesú Krists 100% góður. Gagnrýni á kristna trú hefur aldrei verið beint að boðskapi Jesú, heldur á þeim tilfellum þegar honum einmitt ekki framfylgt, þegar gullna reglan, eitt helsti boðskapur Jesú Krists brotinn. En hvað það sem gerist þegar boðskapnum raunverulega fylgt? Hvað það sem fekk móðir Teresu til að setja sitt eigið líf í hættu og ganga á vígvöll stríðs til að bjarga saklausu börnum? Jú, boðskapur Jesú Krists. Ef að kristið fólk hafði alltaf raunverulega fylgt boðskapi Jesú Krist, þá væri ekki hægt að setja þetta á kristna trú til að byrja með. Og það augljóst fyrir öllum öðrum en mistökunum við synd. Ég einfaldlega næ ekki heimskunni, vegna þess að þegar við fylgjum boðskapi Jesú Krist, gerum við heiminn að betri stað. Hvernig hægt að mæla á móti því? Eins og þegar Eydís hélt að hún geti unnið þessa keppni með viljandi málfallsfylli. En Eydís, það þýðir ekki að endurskilgreina orðið boðskapur og mæla svo bara á móti því. Góðu gestir, í Guðanabætinum ekki láta eitthvað samhengislausa morfísræðu blekki ykkur. Við vitum öll hvað boðskapið þýðir. Ég trúi í alvörunni ekki að ég þarf að byrja þessa keppni á að stoppa hana til að útskýra fyrir ykkur eitthvað sjálfstætt hugtak eins og boðskapur. Boðskapurinn væntanlega ekki hvernig sagan sögð, heldur hvað við lærum af henni. Og hvað við lærum og hvað lærum við að Jesú annað en gullna regluna? Þetta alveg vandræðaleg staðhæfing, ekki minnast á hana aftur. Eydís hélt að hún geti sagt að kjarni boðskap Jesú væri helvíti og það einfaldlega bara ekki rétt. Þegar fólk hefði óttast helvíti mörg 100 árum fyrir Krist. Það var Jesú sem mætti fyrstur og sagði fólki að hætta því. Og helvíti voru þau djörf þegar þau sögðu að Jesú var að hóta fólki. Hvernig haldið það séu að blekkja? Það er ástæða fyrir því að Jesú breytti trúarbrögðum að eilífu. Hann einblíndi á boð í trúarbragði fullu af bönnum. Hann var svo fyrstur til að minnast á helvíti sem myndlíkingu frekar en einhverja eilífa eldhita þjáningu. Það var Jesú sem fór að tala um eitthvað annað og eitthvað betra. Þess vegna upplegaði svona mikið mótlæti, þess vegna var hann svona mikið maður fólksins og ákvað að ýta á restarttakan á ártalinu því þetta eru svo mikil tímamót. Eydís tók einhver dæmi úr Biblíunni og ákvað að lesa bara í því bókstaflega. Hvaða kjaftað þetta? Ef þið ætla að eyða allir keppninni í að lesa í allt bókstaflega, þá geta alveg bara drull ykkur hingað út. Boðskapurinn á bak við sögunar væntanlega lexían sem hún vildi kenna okkur. Það boðskapur. Fundarstjóri, ég verð að viðurkenna, ég fann fyrir smá slappleika þegar ég steig inn upp í pontu. En síðan fattaði ég að ég hafi verið sprautar af einhverju innanslausu Janssen sulli í fyrstu ræðu. Ég verð bara fegin ef ég næði að klæra þessi keppni lifandi. Eydís ákvað að eyða allir framsýni sinni í að reyna að skipta hugmyndafræðinni því að góðu gestir, standið upp. Því kristni trúarbrögð leiða bara sér slæma hluti þegar boðskapi Jesú ekki fylgt. Þegar útkoma þess að fylgja boðskap alltaf góð, þá ekkert annað en fáránlegt að mæla á móti honum. Ekki gleyma þetta því magnaða sem boðskapurinn hefur gefið okkur. Hlustið bara, móðir Teresa, Jóhanna Vörk og öll listin, Mozart, Bach, Da Vinci, Kanye West og dumunur herrar, Dilja og Pér. Wake up, the Judas kiss and make up. Bjarni talaði 3 mínútur og 57 sekúndur. En næst vil ég bjóða upp í pontu meðmælanda, andmælanda, Kolkarut. Hún hefur 4 mínútur til að koma sér upp í pontu.
1 mínúta. Þrjátíu sek. Kæru gestir, má totta þann almáttuga? Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og heilagir gestir. Ég veit alveg að motto urðarvölu er gaslight, gatekeep, girlboss, en mér þykir það samt aðeins svo langt gengið að mæla með boðskap Jesú Krists. Jesú gaslightaði fólk með að láta það halda að hann væri sonur Guðs, gatekeepaði himnaríki og hamingju með því að setja súpu eigingjarna skilyrða fyrir því, og hér er bein tilvitnun í Agnesi biskup. Jesú er girlboss. Í alvörinu samt. Pælið í því ef að Jesú væri uppi núna og væri bara einhver gaur sem að þið þurftuð að díla við. Hversu óþolandi náungi, hversu mikill narsisisti, hversu óþægilegur og ógnandi gaur. Þið áttið ykkur á því að það er geðsjúkdómur nefndur eftir Jesú. Messiasarkomplex sem er svo ranghugmynd að halda þessu örlög þín að bjarga öllum öðrum. Þú hittir hann Jesú á djamminu og hann hendur í að andi drottins í yfir honum og hann getur sko gert fátæka hamingjusama, fanga frjálsa og veitt blindum sjón bara með því að blessa þá. Og svo segist hann geta blessa þig. Ok, höndin yfir glasið og dyra verður henda þessum út, takk. Og svo myndi hann byrja að spytta þessum ömurlegu dæmisum sínum. Leyfið börnunum að koma til mín. Ég hrætti maður að vera ekki eðlilega 2 metra regla fyrir þennan, bara 2 kílómetra frá leikskólum reglan. Ef ykkur lemur þig á eina kinn, þá snýrðu hinni kinninni að honum. Ok, samkvæmt Jesú og ég bara láta vaða yfir mig og ekki standa fyrir sjálfur mér. Á ekki að kalla gerendur ofbeldis til ábyrgðar. Og eina sem að Jesú þessu að segja þessu væri bara, hei, þetta eru orð Guðs sko, hvað viltu brenna í helviti það? Jesú Kristur á Twitter væri líka eitthvað mesta shit show ever. Tweetin hans væri eitthvað ruglinn svo þurftir að hræðast Guð. Og svona fucking reisjóra Jóni Bjarna. Þið sjáu hvað þetta er glötu típa. Þessi boðskapur er glataði rétt eins og rökverslu hafa verið í allt kvöld.
Verslingar eru búin að eyða 2 ræðum í því að forðast umræðefni og taka ykkur einstök dæmi og reyna að láta þau fegra boðskapinn. En svona virkar þetta ekki, þið þurfa að tala boðskapinn í heild sinni og verja allt ógeðið. Mikið af því sem Jesú boðaði var ómannúðlegt og hræðilegt en þið ætli greinilega að skauta fram hjá því. Hér eru spurningar fyrir Urði til að svara. Númer 1, er hræðslu áráður það þú þurfir að trúa á Guði að lenda í helviti góður boðskapur? Númer 2, hversu hræðilega hluti þarf boðskapurinn að leiða að sér til að þeir byrja að mæla mót honum? Krossferðirnar og galdrabrennirnar voru í nafni Jesú Krists og afleiðingar þar sem hann boðaði. Númer 3, er þið sammála boðskap Jesú? Og þá er ég ekki að tala eitt og eitt kvót sem að þið ætla að byggja allan pólinn á heldur boðskapnum, því sem hann boðaði. Urður, ef þú svarar þessu ekki eða svarar þessu illa þá taka allir hérna inni eftir því. Bjarni sagði að Jesú sé maður fólksins. Auðvitað, hann elskaði konur líka, er það ekki? Þess vegna mátti samkvæmt honum selja dóttur sín í þrælkun en ekki son sinn. Þess vegna sagði Jesú að hann mætti bjóða dóttur sína til að koma sér úr vesinni. Frábæri málstæðir, Versló. Bjarni sagði að boðskapurinn hefði verið misnotaður. Boðskapurinn býður einfaldlega upp á það. En hvernig er hægt að dæma boðskapinn betur en út frá afleiðingum hans? Bjarni sagði að helvíti væri ekki kjarni Jesú. Hvernig stendur það á því að hugtakið helvíti kom ekki til kynna fyrir í Nýja testamentinu? Hann bókstaflega bjóða til. Góðu gestir, hvernig væri birtingarmynd Jesú í nútímanum? Boðskapur hans var ekkert nema hættuleg sturlun og hann sjálfur ekkert nema ykkur óþægilegur náungi með fáránlega mikinn messiasarkomplex. Við myndum aldrei mæla með þessum boðskapi ef hann er boðaði nú til dags og af hverju í fjandanum ættu að mæla með honum bara vegna þess að hann er skrifaður ykkur eldgömlum ritum? Svarið er nei. Kolka talaði 3 mín og 58 sekúndur. En næstur upp í pontu er stuðningsmaður meðmælanda og það er Urður Vala. Urður hefur 4 mínútur til þess að koma sér upp í pontu.
1 mínúta. Þrjátíu sek. Fundastjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Það sem MS-ingar ættu að vera að gera í kvöld er að mæla ekki á móti boðskapi Jesú Krists, heldur hvernig okkur hefur gengið að framfylgjónum. Því á meðan krossferðirnar voru blóðugar, þá fordæmir boðskapur Jesú allt ofbeldi. Á meðan Vatíkanið hefur verið fordómafullt í gegnum tíðina, þá er boðskapur Jesú Krists velkominn öllum. Á meðan kaþólska kirkjan stuðlaði að ótta við Guð á miðöldum, þá var eitt af fyrsta sem Jesús sagði okkur að vera óhrædd. Hvernig ætli heimurinn hafi verið áður en Jesú kom til sögunar? Ekki var hann laus við blóðug stríð, fordóma og ótta við Guð. Nei, aldeilis ekki. Og góðu fundamenn, þetta er einmitt málið. MS-ingum yfirst á stað algjörlega í unglingaveiki sinni hver Jesú Kristur frá Nasaret var. Uppreisnar maður. Því í heimi þar sem sverðin eru alltaf á lofti, þá kallast það uppreist þegar einhver neitar að lofta sínu. Í heimi þar sem þeir kúuðu hafa enga rödd, er það uppreist þegar alheims boðskapur er boðaður fyrst til lægstu stétta samfélagsins. Fyrsta dæmið jafnréttishyggju í allri bókmenntasögum mannkynsins kemur meira að segja frá Jesú Krist. Og í óréttláta heiminum sem Jesús fæddist í, var algóður boðskapur að koma fram við alla af virðingu og elska náungan eins og sjálfa sig, ekkert annað en uppreist. Og fyrir þetta var Jesús pyntaður til dauða. Þetta er einmitt það sem er svo fáránlegt við málstað MS-inga. Jesús Kristur er drepinn fyrir að gera friðsamlega uppreist gegn óréttlæti og núna 2000 árum seinna ætla 4 MS-ingar að klína þessu sama óréttlæti á Jesús sjálfan. Þau halda að Jesús hafi borið sama boðskap og hann var krossfestur fyrir að mótmæla. Ég veit að þau eru ekkert sérlega gáfuð MS, en þið hljótið allavega núna að átta ykkur á því hvað þetta er heimskulegt. Eins og þegar Kolka bað mig að svara 3 spurningum, svo allir myndu taka eftir. Ég skal með glöðu geði gera það. Númer 1. Hræðsluáróður var ekki partur af boðskapi Jesú. Hann var fyrstur manna til að segja fólki að ekki hræðast Guð. Númer 2. Við dæmum ekki boðskap út frá þeim sem mistekst af framfylgjunum, svo þessar afleiðingar sem þú talaðir falla ekki undir boðskap Jesú. Og númer 3. Já, við verslingar erum sammála þessum boðskap. Hvernig var ef þið myndu fara að mæla á móti þessum boðskap og sína af hverju þið eruð ekki sammála? Við erum komið nóg að þessum flótta ykkar því það eru allir sem taka eftir honum. Kolka fór aftur að spila sama auma leik og MS er búin að vera að reyna að gera hér í allt kvöld. Talandi endalaust að Jesú hóti helviti og eilífum kvölum til þeirra sem trú ekki á hann. Þetta er bara ekki satt. Þessar hugmyndir helviti og Guð voru ríkjandi áður en Jesú kom til sögunar. Óttist eigi frekar en verið hrætt. Elskið Guð frekar en að hræðast hann. Helviti er myndlíking en ekki staður. Hinn eilífi eldur þýðir ekki eilíf kvöl, heldur að hann eiga líka heimi þar sem enginn fylgir boðskapi Jesú Krists við helviti. Hinn eilífa eld. Þið eruð augljóslega að eyða allt of miklum tíminn á Reddit og allt of
of litlum tíma í að hlusta á sérfræðinga. Kolka sagði að eina leiðin til að mæla boðskap væri þessar afleiðingar. Sem sagt, hvernig fólki hefur mistekist af framfylgjunum. Hvað með að mæla bara boðskap út frá því hvernig hann er í sjálfum sér. Við sögðum þetta í fyrstu ræðu kvöldsins. Ekki láta okkur segja þetta aftur. Eftir langa viku af hrókustrókum og lélugum tvítum, það eina sem Kolka gat klagað upp á Jesú var að hann væri girlboss og dæmi sem hafa ekkert að gera með Jesú, alveg eins og ég sagði. Kolka hélt að hún væri að mæta í keppnina hvernig væri Jesú Kristur ef hann væri uppi í dag og mistók þannig algjörlega að bæði að vera fyndin og númer 2 að vera málefnaleg. Og muniði eftir því góðir gestir að meðan MS-ingar geta sett út á hvernig kirkjan hefur verið óréttlátt í gegnum aldirnar eins og þau vilja, þá þýðir það ekkert að mæla á móti boðskapi manns sem var tilbúinn að deyja í baráttunni gegn óréttlæti. Og sérstaklega ekki þegar hugmyndir okkar réttlæti komu frá honum. Algóður boðskapur sem hefur ennþá vægið 2000 árum seinna og það er ekki séns á því að þessum 4 MS-ingum eigi eftir að takast það að fellan. Urður talaði í 3 mínútur og 58 sekúndur. Næst upp í pontu er stuðningsmaður andmælenda Berdís Rúnarsdóttir. Og hún hefur 4 mínútur til þess að koma sér upp í pontu.
1 mínúta. Þrjátíu sekúndur. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góði gestir. Hvers vegna erum við góð við hvert annað? Er það til að þóknast einhverjum ósýnilegum manni sem býr upp í skýjunum? Nei, siðferði okkar byggist ekkert á boðskapi Jesú Krists. Þá rætur að rekja til upplýsingaaldar. Nútíma siðferði grundvallast á umburðarlyndi og virðingu gagnvart fólki óháð kynþætti þess, kynhneigð og trúarskoðunum. Það sem gildir hins vegar ekki boðskap Jesú Krists. Tökum 3 dæmi. Í fyrsta lagi bannar Jesú lærisveinum sínum að flytja öðrum en Ísraelmönnum fagnar erindið. Hann tekur margoft fram að einungis gyðingum standi Guðs ríki til boða. Þetta myndi nútíma fólk kalla kynþáttamismunun eða rasisma. Í öðru lagi brýnir Jesús það fyrir mönnum að fylgja lögum sem kveða á að samkynhneigðir séu grýttir til dauða. Í þriðja lagi hótar Jesú Kristur að senda alla þá sem ekki hlýða honum til helvítis. Jesú tönnlast á því trekk í trekk að það verði grátur og gnýstran tanna, að í helvíti líði menn eilífar kvalir. En samt segist hann elska okkur öll. Góðu fundagestir, hvers konar náungakærleikur er þetta eiginlega? Er náungakærleikur virkilega rétta orðið? Nei, þau orðfá orð Jesú kærleikan sem verslingar vilja byggja allan sinn málflutning á, blikna í samanburði við allan hryllinginn. Því náungakærleikur Jesú Krist er aðeins ætlaður út völdum. Og heildarmynd boðskaparins stangast einfaldlega á við siðferði nútímans. Urður sagði að við værum bara að tala vont fólk og þeirra rántúlkanir. Nei, ástæðan fyrir þetta fólk er kallað bókstafstrúarmenn er svo að þeir líta á heildarmynd boðskaparins, ólíkt því sem verslingar gera. Verslingar velja bara eina setningu og láta eins og boðskapurinn samanstandi bara af þeim. Urður talaði að Jesús boðaði ekki hræðsluáróður. Afsakið Urður, hvernig er það ekki hræðsluáróður og lofa þeim sem ekki trúa á þig að þeir líði eilífar pyntingar? Urður sagði að boðskapur Jesú Krist sé velkomin öllum. Já, bara ekki þeim sem stundar kynlíf fyrir hjónabandi eða þeim sem eru með tattoo. Versló, mér þykir leiðilegt að segja ykkur að þeir eru greinilega ekki velkomin í boðskapinn. Urður segir að Jesú hafi aldrei gefið nákvæma lýsingu á helvíti. Hverju er hann þá að lýsa hér, Urður? Allir þeim sem mér ekki fylgja munu brenna samanlagt á báli. Urður talaði að elska náungan. Náungakærleikur var ekki það eina sem Jesú boðaði. Hvernig ætti að tala allan skítinn? Jesú krafðist til dæmis að fólk elska hann sjálfan meira sína eigin fjölskyldu. Findaði skautið bara alveg framhjá þessum hlutum. Urður sagði að heimurum var verri áður en Jesú kom. Versló, opnið augun, please.
Á síðustu 2000 ára hafa verið stanslaust stríð, þjóðamur, helförun og endalaus hryllingur og hatur og þeir segja að heimurinn sé orðinn betri. Versló talaði gulluregnuna og hvað hún væri frábær. Að gera það sem þú vilt að aðrir gjöri þér er ekki setning sem súmmerar boðskap Jesú upp. Jesú sagði líka að ef kona grætur ekki nógu hátt eftir að hafa verið beitt ofbeldi þá skulum hún vera grýtt. Ætlið þið líka að koma á það? Nei, þið veljið bara að tala það sem að hentar ykkur. Versló sagði að ást sé helsti boðskapur Jesú. Þið verðið að átta ykkur á að Jesú drullu sama hvort þú sért syndugur eða ekki. Hann pælir bara í hverju fylgjónum og hverjir ekki. Góðir fundargestir, Jesú boðaði ekki raunverulega náungakærleik. Hann predikaði kærleik sem grundvallast á ótta. Óttanum við þann sem valdið hefur. En siðferði okkar þarfnast hvorki Guðs né helvítis, því en raunverulegi náungakærleikur býr aðeins innra með okkur. Málstæður verslinga heldur ekki vatni og því miður fyrir þá er grenjandi fokkin rigning. Berdís talaði 3 mínútur og 55 sekúndur. En núna er komin tími bara á smá hlé, svona korter, myndi ég segja, og bara endilega farið að pissa eða eitthvað og bara... Dómarar, haldið sér sætum, dómarar og lið víkja fyrst.
stjórnarnefndanum sitja í stjórn, skilur, bara stjórn nefndafélagsins. Held að sé, hvað, 8 stjórnarnefndir? Já. Segjum einhver aðalstjórnin. Er það aðalstjórnin bara samin af formönnum? Af formönnum, pluss forseta, markastjóra og féhöfði. Já. Já, góði gestir. Ég hef ekki séns.
ég bara farin því. Ég bara farin. Senda einhvern í það? Er hægt að senda einhvern í það bara eftir 5 mínútur? Og æði. Meðan þú gerir það, þá getur hann bara sagt allum að sittast niður og svoleiðis. Já.
vil ég biðja alla vinslaustum að fá sér sæti og já. Það búið. Jæja. Ok, herru, núna vil ég bara fá að kynna upp í pontu frummælanda, meðmælanda Nati Hjálmars. Fundarstjóri, núna í hlénu fékk ég loksins smá frið frá innistæðulausa bullinu í MS-ingum og þá fékk ég aðeins að hugsa þetta allt saman upp á nýtt. Það fannst mér helvíti gott vegna þess að núna er ég meira viss en nokkur tíman fyrr hvað málstæður okkar verslinga er augljós og sömuleiðis hvað málstæður MS-inga er kjánalegur. Hvernig væri heimurinn í dag ef allir myndu raunverulega fylgja boðskapi Jesú Krist? Og nei, kjánarnir ykkar, ég er ekki að tala að heimurinn væri betri ef allir væru kristin trúaðir. Því þá var ég að segja eitthvað verulega heimskulegt, ég skal láta ykkur það. Ég meina bara, hvað ef allir í heiminum myndu koma fram við aðra eins og þeir vilji að aðri komi fram við sig? Hvað þá? Myndum við nokkuð tíman horfa upp á stríð, hungursneyð, fordóma, kúgun? Nei, auðvitað ekki. Nú skora ég á MS-inga að nefna fyrir mig einn slæman hlut sem geti verið afleiðing þess að koma fram við aðra eins og maður vill að aðri komi fram við sig. Ég vil fá svar í næstu ræðu. Því hvaða fólk er það sem hefur verið næst því að lifa lífum sínum eins og Jesús Kristur boðað okkur að gera? Sjálfboðaliðar, mannúðar og friðarsinnar. Martin Luther King gerði uppreisn gegn óréttlæti með kærleik og ást fyrir náunganum að vopni. Ég meina Jesús Kristur, hann var prestur sjálfur. Það er svo augljóst að þetta er fólkið sem lifir eftir boðskapi Jesú Krist og heimur þar sem allir lifa eins og þau er væntanlega betri heimur til að lifa í. Djöfull langaði mig að öskurhlæja þegar að Berdís copy-pastaði heila ræðu úr morfínskeppni Versló og MR árið 2010 og hélt að við myndum ekki að taka eftir því! Fyrir ykkur sem er ekki jafn vel að ykkur í morfís var öll ræða Berdísar beint ritstöldur í 12 ára gamla ræðu frá MR og endaði sú ræða orðrétt á málstæður þeirra heldur ekki vatni og það grenjandi rigning. Þetta útskýrir af hvernig hún gat ekki eins og komið nein rök sjálf til að verja fáránlega punkta eins og þegar Berdís vildi meina að bókstafstrú væru ekkert að misskilja og vera að fylgja sönnu boðskapi Jesú. Berdís, það er ástæða fyrir því af hverju þetta fólk hefur sitt eigið nafn. Þeir eru kallaðir þetta því þeir eru að misskilja boðskap og bókmenntir. Þetta er eins og að segja að þeir sem heyra morgunstund gefi gull í mund eigi bara að fá pening í gulli því þeir vöknuðu snemma. Hvernig væri að fucking mæta í þessa keppni og svara fyrir pólinn ykkar? Hún talaði að upplýsingaröld væri byrjun siðferðis en nefndi svo engin dæmi sem studdu þessa alhæfingu. Berdís, ef þú ætlar að tala í alhæfingum þá er eins gott að svara almennilega fyrir hana. Takið þetta til okkar allrar. Berdís fór síðan aftur að tala að Jesú hafi sagt fólki að grýta kúnur og hann hafi fundið upp helviti þegar við erum löngu búin að svara þessu. Eru þið ekkert að hlusta á okkur? Halló Lára, ertu í Flappy Bird? Við vitum nú öll að helviti er miklu eldri hugmynd en Jesú og hann var fyrstur til að anda henni. Og þegar að kúna var dregin fyrir Jesú neitaði hann að grýta hana. Nú erum við búin að segja þetta í öllum ræðunum okkar, ekki minnast á þetta aftur. Berdís sagði að Jesú væri drullu saman fólk og þau ættu bara að fylgja honum. Þannig maðurinn sem var fyrstur til að boða jafnrétti meðal manna fór á móti stjórnsinni til að breyta samfélaginu og var tilbúin að deyja fyrir baráttuna. Þessu manni er sama fólk. Þetta er jafn ekki kjaftæði og að reyna að komast upp með að flytja 12 ára gamla ræðu. Misskilningur við sund halda áfram að misskilja okkur með því að segja að Jesú hafi hvatt menn til að grýta kúnur. Góðu gestir, mér þykir MS vera að vanmeta dómgreind okkar. Hversu líklegt teljið þið að Jesú hafi hvatt ofbeldi gegn konum? Jesú var sá sem stöðvaði það.
Berdís prumpaði sér upp í pontu og sýndi okkur öllum hve mikill mannfræðingur hún er með því að mæla á móti Jesú Krist. Af öllu Biblíunum eru það seinna góðir gestir, verið hjartanlega velkomin í seinni hálfleik. MS hefur fengið korter til að hisa upp sér buxurnar en það verður augljóst leið og Eydís kemur hingað upp í pontu að buxurnar eru ennþá á hælunum. Heimur það sem allir koma fram við aðra eins og þeir velja aðrir komi fram við sig er augljóslega betri en heimurinn okkar. Hvað þurfum að segja til að MS-ingar fara að sjá hvað þetta er fáránlegt? Því við, ásamt öllum öðrum hérna inni, erum löngu búin að fatta það. Nadia talaði í 4 mínútur og 1 sekúndu. En næst upp í pontu er frummælandi andmælanda Eydís Jansen. Já, hún hefur 4 mínútur til þess að koma sér upp í pontu. Ein mínúta.
30 sekúndur. Fundarstjóri, umræðefni kvöldsins ofur einfalt. Boðskapur Jesú Krists. Sem sagt, öll þau skilaboð sem Jesú beindi til fylgita sinna og hvaða áhrif þau höfðu og hafa enn. Nokkur kvóts frá Jesú tákna ekki allan boðskapinn. Við sögðum ykkur þetta í framsögun okkar og þið eruð bara með banana í eyrunum. Því ef ekki, getur ykkur sagt mér af hverju þurfti að eyða allri fyrri umferðinni í að hlusta á Vestló nefna einstök dæmi einhverja góða hluti sem Jesús sagði, eins og þegar Nadia sagði að það að elska náungan sé eitthvað gott. Í stað þess að tala boðskap Jesú í heild sinni, allt það sem hann boðaði, þá velja þau út setningar sem hljóma vel og koma með bestu mögulegu túlkunina á þeim setningum. En það virkar ekki að skauta fram hjá umræðinu og velja bara eitthvað sem hentar ykkar pól. Ég sé í gegnum það, áheyrendur sjá í gegnum það og dómararnir eru löngu búin að sjá í gegnum það. Vestló neyðist alltaf til að gefa sér einhverjar forsendur. Vestló mælir með boðskap Jesú Krist ef það bara verið að tala góða hluti sem hann sagði. Vestló mælir með ef við hundslu öllu slæmu áhrif sem boðskapurinn hafði. En ef. Bara tala umræðinni og leggja það eins og það setur og mæta okkur í umræðinni. Líkt og við erum búin að benda margoft hér í kvöld, þá eru óteljandi gallar við boðskap Jesú, sem gera hann í heildina óásættanlegan. Hvað köllum við fólk sem hóta refsingum og dauða fyrir það eitt að fylgja þeim ekki? Við köllum þá einræðisherra. Ef þú fylgir ekki málstaðnum, þá er þér einfaldlega refsað. Vestló, hvenær er vont nógu slæmt til að þið mæli ekki með því? Því ég er löngu búin að fá mig fullsaddan af þessum ógæðslega boðskap. Förum aðeins yfir fyrri umferðina. Fyrst kom Nadia og talaði gullregluna, en við svöruðum því með því að útskýra að ein setning er ekki allur boðskapurinn og þið geta ekki horft fram hjá hryllingnum eins og þegar hann sagði að konur og samkynhneigðir ættu að brenna í helvíti. Svo kom Bjarni upp í pontu og röflaði að kirkjan og bókstaftrúmenn eru ekki þeir sem eyðileggja boðskap Jesú, en Kolka svaraði því með því að benda á að það eru bókstaflega einmitt þeir sem fylgja boðskap Jesú best. Því næst kom Urður og vildi meina að Jesú fórnaði sér fyrir okkur og við séum bara að klína afleiðingu boðskapsins á Jesú. En líkt og með hinum ræðunum þá er einfalt að svara þessu. Hann fórnaði sér fyrir aðeins þá útvöldu og hinir sem eftir verða eru finna fyrir afleiðingunum í dag. Svo lokum kom Nadia og sagði að Jesú boðaði jafnrétti. Við erum búin að svara fyrir þetta. Boðskapur Jesú elur á hræðslu, óttastjórnun og mismunum gagnvart trúarskoðunum, hversu glataði boðskapur til að mæla með. Ekki farsæl fyrri umferð hjá Vestlingum. Nadia sagði hvernig heimurinn væri í dag ef allir eru að fylgja boðskap Jesú. Kommunistar trúði líka að heimurinn er fullkominn ef allir aðhylltuðustu jafnaðarstefnunni, en síðan sjáu hvað það endaði. Nadia talaði ennþá gullregluna og hvernig það væri kjarni boðskapar Jesú. Hætti þessu kjaftaði. Gullreglan er ein setning, ein. Ástæðan fyrir að kirkjan fókusar svona mikið á hana er bara vegna þess að kirkjan er að gera það nákvæmlega sama og þið, að velja bara eitthvað sem henta þeim. Nadia sagði að Jesú boðaði jafnrétti.
Hann boðaði að þeir sem trúðu ekki á hann myndi vera sendið helvítis. Hvers konar jafnrétti er það? Nadia talaði líka að ræða Bergdísar hafi verið stólin. Skýtt ekki í því og plís ekki fara að segja eitthvað þegar Gústi B. skilja mun betri ræður en Kiljan. Urður sagði að Jesú hafi fordæmt allt ofbeldi en Urður, þetta sami Jesú stendur á bak við allt sem Guð gerði, til dæmis þegar Guð útrýmdi öllu fólki bara vegna bara fyrir þessa litlu örk hans Nóa. Góðu gestir, hvaða fólk er sammála veslingum? Hvaða fólk gúddur af boðskap sem byggist á ótta og hræðslu? Það er hættulegt fólk. Einræðisherrar, stríðsglæpamenn og fólk með mikilmennsku brjálæði, þetta er fólkið sem er sammála veslum. Boðskapur Jesú er ekki eitthvað sem þið fáið að ákveða. Það er alltaf sem hann boðaði, innihald þess sem boðað var og fjandinn hafið að margt af þessu var bara drullu fokkin ógislegt. Eydís talaði í 3 mínútur og 58 sekúndur. En næstur upp í pontur er meðmælanda Bjarni K. Og Bjarni hefur 4 mínútur til þess að koma sér upp í pontu.
1 mínúta. Já. Fundarstjóri, ímyndum okkur vikuna sem MS átti. Þau höfðu það verkefni að mæla á móti ráðandi siðferði heimsins, sjálfum boðskapi Jay-Z, uppreisnarmanninum sem dreifði fallegum og nauðsynlegum skilaboðum til heimsins, í einum af erfiðustu og blóðugustu tímabili mannsins, vitandi að það myndi kosta lífið. En viti menn, svo gerðist eitthvað sem enginn gat spáð fyrir, nema auðvitað var Nostradamus sjálfur sem minntist á það í spádómsritu sínum árið 2022 munu 4 menn skelgu við sund fella niður 2000 ára boðskap Jesú Krists og leið sanna fyrir þriðjungi heimsins að boðskapur trúarleiðtogarans hafi aldrei verið góður. Og þar mun sögu Jesú Krist ljúka. Í 8. úrslitum Orfís og Nýjasta testamenti verið skrifað af Eydís Jansen og félögum. Við hefðum betur að hlusta á Nostradamus, því ef MS nær að sanna að boðskapur Jesú Krist sé ekki góður, já þá er þetta stórmerkilegu dagur. Rétt hefur alltaf verið rangt. AA-samtökin fara starfsemi sína úr kirkjunni yfir á prikið og 2022 lengur ekki árið. En sem betur fer þurfum við ekki að hafa áhyggjur af þessu. Allavega ekki ef þið halda áfram með þetta kjaftaði sem við tækluðum strax í framsögun okkar. Nietzsche, maður sem er þekktur fyrir að hafa drepið Guð, setti sjálfur ekkert út á boðskap Jesú og peppaði meira sem bara í drasl. En mistökunum við sund, já þau vita betur. Þau eru búin að setja sig á það háan stall að þeir fara alveg að mæta sjálfum Jesú upp í skýjunum. En þeir hrapa mest sem fljúga hæst og sérstaklega þegar þeir ekkert bensín í flugvélunni. Eins og þegar Eydís vildi meina að gullna reglan sé ekki kjarni boðskap Jesú Krist bara þegar hann sagði líka alveg stundum eitthvað annað. Eydís, allar dæmisögur Jesú Krist ná aftur til gullnu reglunar. Fara nú að mæla á móti henni. Eydís ákvað að besti sénsinn hennar í þessari keppni væri að bera boðskap Jesú Krist við kommunisma saman. Hvaða baunagúla segir þetta heila? Eydís voru að tala um örkina snúa í keppni Jesú Krist. Boðskap Jesú. Hversu ráðþrota þurfum við að vera með rök eiginlega til þess að, og hversu írónískt að ykkur að segja síðan að við séum að forðast umræðnið. Þið eru ekki að horfa á okkur, þið eru að horfa í spegil. Þið eru búin að vera á flótti allt kvöld, hvorki svara spurningum okkar, né svara fyrir helvitis pólitíkar. Eydís sagði að við gætum ekki falið okkur á baku örfá dæmi á meðan hún faldi sig á bakvið örfá dæmi eins og helvíti og kvennandur. Við erum búin að svara fyrir þessu í öllum ræðinum okkar, komið með eitthvað nýtt í Guðanna bænum. Eydís sagði að þeir einu sem eru sammála boðskap Jesú eru innræðisráðherrar. Eydís koma innræðisráðherrar fram við aðra eins og þau vilja aðrir koma fram við sig. Góða gestir, hugsið það.
Eftir alla þessa heimskulega tilraunir MS til að komast hjá því að tala um umræðnið ég farin að hafa verulega áhyggjur af því að þau ætla sér bara ekkert að gera það. Þannig til að róa taugar mínar ætla ég og allir hérna inni skori nú að MS að nefna eitt slæma hlut sem getur leitt af því að koma fram með aðra eins og ég vilt að aðrir koma fram með sig. Nadia spurði ykkur áðan og ekkert svar kom, svo nú spyr ég ykkur aftur og ef Kolka svarar þessu ekki þá geta alveg pakka saman og biðst fyrirgefningar. MS búin að spyrja fullt af spurningum án þess að svara okkur, svo hér koma þær aftur. Hvaða boðskap eru þið eiginlega tilbúin að mæla með? Af hverju hafa virkustu gagnrýnendur kirkjuþjóðar gegnum aldirnar sett út á öll atriði kristni nema boðskap Jesú Krists? Ef hatur, misréttindi og fordómar eru raunverulega boðskapi Jesú Krists, af hverju erum við þá fyrst að heyra það núna? Í 8 úrslitum Morfís í Guðanabænum. MS á að koma með fína pælingar hér í kvöld, eins og hvernig Jesú var á Twitter, hvort það væri girlboss eins og urður og hvernig í óskapunum þið ætla að fara að vinna þessa keppni. Ok, ég skil það reyndar alveg, en þið myndi spyrja þess að því, en já, því miður, þá höfum við ekki svar við þessu spurningu en þess að tengist ekki umræðni. MS, það er orðið helviti pínlegt að horfa á. Ekki nema þið séu með brautryðjandi pælingu sem trompa ráðandi hugmyndafræði, ekki bara á Íslandi, ekki bara í Evrópu, heldur nánast í öllum heiminum, með ég alveg skefast upp núna og færa ykkur yfir á réttu hliðina. Hlið kærleikas, það er nóg pláss og Guð veit að það myndi spara ykkur niðurlæginguna. Svo játið ykkur sigruð og fylgist með ykkur, fyrirgefið ykkur fyrir tímaeyslu og ritstuld sem eru búin að bjóða upp á hér í kvöld. Bjarni talaði í 3 mínútur og 59 sekúndur. Næstu við pontu er meðmælandi andmælanda Kolka Rist. Og hún hefur 4 mínútur.
30 sek. Nei, fyrirgefðu, 1 mínúta, sorry. Fundarstjóri, halleluja! Ég var týnd og einmana þar til Jesú gerði mig að þeirri konu sem ég er í dag. Ég syndgaði og hugsaði viðbjóðslegar hugsanir, en nú er ég frelsuð! Ég dryggði hór, lamdi mömmu mín og pappa, ég pyntaði hundi mín, en nú er sál mín tandurhrein. Halleluja! Ég hlusta á Ingo Veðurguð, framdi þjóðamorð og hófstyrjaldir, en nú er ég laus allra mála. Halleluja! Af hverju? Jú, vegna þess að Jesú hefur boðað fyrirgefningu allra minna synda, bara fyrir það eitt að trúa á hann og biðja hans. Því ef ég elska Guð þá elska ég náungan og þá skiptir engu máli hvað ég geri svo lengi sem ég tilbið Jesú fyrir fyrirgefningu. Ég veit að ég hljóma eins og einhver nöttar í morfísliði versló, en pæla þess í þessu. Samkvæmt boðskapi Jesú þá er starf hans og Guðs að fyrirgefa syndir allra sem trúa. Samkvæmt Jesú er það ekki á ábyrgð manneskjunnar sem kom illa fram við mig að leita sátta og bæta upp fyrir það. Nei, Guð á í gegnum Jesú að vera sá sem fyrirgefur mér en aðeins ef ég fer á hnén og bið. Bíddu, svo ég kem illa fram við ykkur þá er ég ekki að axla ábyrgð á gjörðum mínum. Það er bara eitt stykki faði vor og ég kem út hvít þvegin. Það er ekki furða að margir boðberar Krists hafi gegnum tíðina stunda það að selja fyrirgefningu á syndum. Boðskapurinn var það steiktur að fólk hélt bókstaflega að það geti keypt syndaaflausn. Að játa syndir sínar gagnvart presti í einhverjum sturtuklefa er ennþá stundað í kaþólsku kirkjunni því að Jesú boðaði að þannig yrði okkur fyrirgefið. En þetta virkar ekki svona. Ef þú ert allt þitt líf ömurlegur bag of dicks, þá færðu einfaldlega ekki að snúa þér við og biðja eitthvað svokallaðan son Guðs sem fyrirgefningu. Nei, þú verður að gera eitthvað í þínum málum og iðrast gagnvart þeim sem þú komst illa fram við. Þá fyrst áttu skilið fyrirgefningu.
Versló hefur í allt kvöld gert nákvæmlega sem við spáðum í okkar fyrstu ræðum. Þau reyna að taka út örfár setningar sem að Jesú á að hafa sagt og vilja nota þær sem yfirskrift yfir allan boðskapin. Þeir hafa aldrei svarað fyrir það slæma sem boðskapur Jesú hefur getið af sér. Þeir hafa aldrei svarað fyrir allt ógeðið sem að Jesú mælti með. Þið eigið eina ræðu eftir Versló. Finnst ykkur virkilega réttlætanlegt að við endum í helvíti til eilíðar? Finnst ykkur að það er réttlæti fyrir fólk sem lifði annars góðu og réttlátu lífi að brenna í eilífu í helvíti? Bara því að það fólk trúir ekki ákveðnum boðskapir frá einum af 1000 guða sem eru til. Finnst ykkur þetta fallegur boðskapur? Bjarni talaði alla ræðina sína eins og gullna reglan væri eini boðskapur Jesú. Bjarni, hann kom ekki á jörðina, spittaði út gullnu reglunni og dippaði. Takið allan hryllingin í reikningin. Þið eru að standa bak við eina fokking setningu. Nadia talaði með að við séum bara að misskilja boðskap Jesú. Hvernig í andskotan áttu að misskilja þegar við lásum hans orð að karlar sem sænga hjá öðrum körlum skuli fara til helvítis? Please segið mig hvernig ætlið ykkur að túlka þetta öðruvísi en þetta nákvæmlega leggur sig. Versló sagði að þeir kúðu hefðu engan rétt þar til Jesú kom. Hann hélt samt þrælum frá því að fara í uppreisn og líta bara til himins. Þarna hann að ýta undir kúun. Versló blaðrar ennþá að Jesú hafi verið tilbúin að fórna sér fyrir óréttlæti. Býtu, sjáuð ekki óréttlæti í því að aðgangur í himnaríki er aðeins fyrir þá sem fylgdu honum? Er ekki í lagi? Versló peppaði sinn mann JC í tætlur. Hvað með þegar hann boðaði það? Koma að þessu seinna. Góðu gestir, boðskapur Jesú fyrirgefningu syndana er hreinlega úturkókaður. Að hunsa afleiðingar gjörðaðina og þá sem þú hefur skadað með því að fá fyrirgefningu frá Jesú og Guði er brenglað dæmi. Að líta inn á við og verða betri manneskja er það sem mun bjarga mér, ekki Jesú. Urður, þú hefur eitt tækifæri til að bjarga þessum glataða málstað og eitthvað segir mér ekki einu sinni Guð almáttugur geti hjálpað þér. Kolka talaði í 3 mínútur og 55 sekúndur. Já, næstum í pontu er stuðningsmaður meðmælanda Urður Vala. Og Urður hefur 4 mínútur til þess að koma sér upp í pontu.
1 mínúta. Þrjátíu sek. Fundarstjóri, hvað hugsar þú þegar þú hugsar Jesú Krist? Hugsaru brengluðu ímyndin af honum sem MS-ingar hafa talað hér í kvöld? Eða hugsaru friðar- og kærleiksboðann sem við höfum talað Góði fundamenn, spyrjið ykkur sjálf. Áður en þið löbbuð inn í þennan sal, fannst ykkur hugtök eins og helvíti og kvennahatur eiga meira við Jesú Krist heldur en hugtök eins og kærleikur og samúð. Á myndin sem MS málar upp að boðskapi Jesú Krist hér í kvöld einhverja stof út fyrir salin sem við sitjum í? Eða er þetta ekki bara innantómt kjaftæði í þeim? Ef boðskapur Jesú Krist svona tróðfullur af kvennahatri og helvíti, af hverju í ósköpunum erum við öll að heyra það núna í fyrsta skiptið? Af hverju hafa virkustu gagnrýnendur kirkjurnar í gegnum aldirnar sett út á öll atriði kristinna trúar nema boðskap Jesú Krists? Maður getur mótmælt kirkjunni, trúnni eða páfanum, en ef boðskapur Jesú Krist væri í eðlisinu slæmur, þá væri engin kirkja, engin trú og engin helvítis páfi. Auðvitað grunnurinn góður, alveg eins og grunnur allra annara trúarbragða. Af hverju haldið þið að þið MS-ingar geti verið fyrst allra í mannkynssögunni til að gengisvilla eitthvað sem allir eru sammála að sé gott? Er það hérna sem saga Jesú Krists endar í 8 liða úrslitum Morfís? Nei, auðvitað ekki. Því meira að segja leikskólabörn eru sammála það að við eigum að koma fram við aðra eins og við viljum að aðrir komi fram við okkur. Við eigum að bera ást til náungans, við eigum að bera virðingu til allra stétta samfélagsins og við eigum að fyrirgefa óvinum okkar. En að því sögðu okkur farið að finnast það helvíti erfitt að fyrirgefa ykkur. Fyrir hluti eins og að eftir framistöðu MS hér í kvöld okkur öllum ljóst að þau mættu í keppni sem þau voru ekki tilbúin í. Þau mættu með stolna ræður og fyrirframskrifuð svör og þegar það brást þeim, þuldu þau bara allt heila klappið upp á nýtt, eins og þegar að Kolka reyndi aftur að tala á móti boðskapi Biblíunnar og fela það á bakvið boðskap Jesús, án þess að kynna sér boðskap Jesús. Því Kolka, ef þú hefðir gert það, myndir þú vita að Jesús sagði lærisveinum sínum að iðra slæmu gerðana sinna ekki bara gerðar sinna vegna þess að Guð sagði þeim að gera það. Kolka svaraði, var það ráðþróta að hún hætti bara að tala boðskap Jesú Krist og byrjaði að tala á móti kaþólsku kirkjunni. Kolka sagði líka að Jesú væri á móti hommum og að það væri synd að vera eitt slíkur. Ha? Hvenar? Jesú talaði aldrei samkynhneigð og ef eitthvað þá boðaði hann boðskap sinn fyrst til minnihlutahópa, til dæmis homma. Þetta sýnir bara aftur og aftur hvað þið kynntuð ykkur ekki umræðuefnið. Kolka ásamt öllum hinum ræðumönnum í MS eru endalaust búin að hamrast á punkti sem við svörðum í fyrstu ræðu kvöldsins. Jesús sagði það sjálfur að maður þyrfti ekki að trúa Guð til að komast inn í himnaríki. Þið eru búin að fá 2 klukkutíma í að fletta þessu upp í Nýja testamentinu ykkar og við gáðum ykkur meira að segja blaðstöðutalið. Matthíusar Guðspjall, kapli 7, vers 21. Ræningarnir við sund eru enn að spýta einhverju tuggu út úr sér sem við svörðum löngu fyrir hlé. Jesú fann ekki upp á helvíti, hann boðaði ekki helvíti og hann hótaði ekki helvíti og við ætlum ekki að segja þetta aftur. Kolka sagði líka að við þyrftum að mæla með öllu ógeðinu sem Jesús sagði en kom síðan ekki með neitt dæmi og svona hefur þetta verið í allt kvöld. MS-ingar fela sig á bak við innantómar setningar og biðja til Guðs að þau vinni en ég get sagt ykkur það að það ykkur verði ekki svarað.
Eydís sagði að við gætum ekki nefnt nokkur dæmi sem tala fyrir allan málstæðin. Rétt árun myndist á að nokkur dæmi sem ættu að tala fyrir hennar málstað. Dæmi sem við erum löngu búin að svara. Góðu gestir, leið og við göngum út úr þessum sal verður augljóst hvað myndin sem MS-ingar mála af boðskapi Jesú Krists fáránleg. Því við vitum öll hver boðskapur Jesú Krists og við getum öll verið sammála það að hann allavega ekki það sem MS-ingar segja hann sé. Vegna þess að MS-ingar vita ekkert hvað þeir eru að tala Svo í guðana bænum MS, nú þegar þið fáðu að syngja ykkar síðasta sálm, þá skulið þið vita að það enginn að hlusta. Í Jesú nafni, amen! Urður talaði í sléttar 4 mínútur. En já, næst upp á svið stuðningsmaður andmælenda Berdís Rúnarsdóttir. Og hún hefur 4 mínútur til þess að koma sér upp í pontu. Ein mínúta.
30 sek. Fundarstjóri, allur boðskapur Jesú Krist grundvallast á hugmyndinni líf eftir dauðan. Jesú krafðist þess meira að segja að við afneituðum lífsins gæðum og þjáðumst fyrir Guð. Aðeins þannig gætum við öðlast fjarsjóð á himnum. Ég veit ekki ykkur góðu fundagestir, en mér finnst þessi boðskapur einkennast af vanþakklæti. Vanþakklæti gagnvart lífinu sjálfu. Því lífið er ekki bara einhver biðstofa eftir sælu á himnum. Lífið er svo miklu meira. Að lifa er að elska og skapa. Að lifa er að gleðjast og þjást. Lífið er hvorki svo einfalt né svo verðlaust að nokkur þrítugur karlmaður geti sagt komandi kynslóðum hvernig þær eigi að lifa því. Við eigum að njóta þess til fulls, því hver veit nema lífið hér á jörðinni sé eina tækifærið sem við fáum. Verslingar ákveða að vera boðskap sem snýst að taka himininn fram yfir jörðina. Meinlæta boðskap sem ekki að réttlæta nema með því að tína til nokkra setningar náungakærleik og rífa þær úr samhengi. Boðskapur verslinga snýst nefnilega að afsala sér eignum sínum, bæla niður kynhvatirnar og auðmýkja sig frammi fyrir almáttugum valdhafa, á meðan þeir hótað með fyrirbærum líkt á heimsendi og helvíti. Og þessi boðskapur réttlætir einmitt fátækt og eymd. Hann gagnast yfirvöldum sem vopn til að sætta hina kúðu við ömurlegt hlutskipti. Því ef lífið er bara hjóm í samanburði við eilíðina, ef réttlætið verður hvort eð er uppfyllt á himnum, til hvers að berjast fyrir frelsi og sæmilegum lífskjörum. Hvers vegna veslust við þá ekki bara upp og deyjum? Boðskapur Jesú hefur gegnum aldirnar einmitt verið notaður til þess að láta hina kúðu sætta sig við hlutskipti sín, hvort sem það voru þrælar í Bandaríkjunum eða fátækt fólk á Íslandi. Boðskapur Jesú er hreinlega skaðvaldur og því verðum við að mæla á móti. Jæja, Vestló 6 ræðbúnur, þið gátu aldrei svara fyrir kvenfyrirlitninguna sem Jesú boðaði. Þið svöruðu heldur aldrei fyrir hótanirnar helvíti og aldrei fyrir brengluðu skoðanir hans á fólki sem fylgdu honum ekki. Eina sem kom út úr ykkur í kvöld var einhver útópía fullkominn Jesú sem sagði bara góða hluti. Urður shit maður, við erum búin að koma með 100 dæmi hrylling boðskap Jesú Krist og þið farið strax í frekjutjón, nei, ekki sett, á nokkurinn að sannana og án þess að styðja við nokkur rök. Urður vill meina við séum bara að tala kristni og kirkju en ekki boðskap Jesú. Maðurinn heitir Jesús Kristur, for Christ's sakes. Þetta trúin hans komin af hans boðskap. Þetta eins og byggur og hættum tala kjúkling þegar umræðefni er KFC. Urður sagði að Jesú væri ekki homofóbik. Tróði þessu upp í raskatið á okkur. Ekki liggja með manni eins og maður leggs með konu, það er viðbjóðslegst. Ok, er þetta ekki nóg? Hvað með þetta? Vitið þér ekki að ránglætismenn munu ekki erfa Guðs ríki, ekki þjófar, ekki svindlar og ekki menn sem stunda kynlíf með öðrum mönnum. Urður sagði að Jesú sýndi svo mikla samúð. Við erum að tala sama gæja sem segir að ef þú rungar þér, þá sé best að skera þér hendina svo restina líka þínum fari ekki til helvítis. Versló kom hér í kvöld og misskildi umræðið það illa að þau héldu að við varum að mæla með eða móti gullnu reglunni.
eins og við erum búin að segja 100 fokkin sinnum, þá er enginn að segja að þessi regla er slæm. Þessi regla er kornakorn af því sem að Jesús sagði og boðaði. Haldið ykkur við fokkin efnið. Urður, hvernig getur þú tala svona mikið en sagt svo lítið? Hún bablar ást og umhyggju en gleymir að nefna að hún er aðeins fyrir hans fylgjendur. Góði gestir, við ólíkt Versló tökum ekki einhvert séns á himnaríkisvist fram yfir líðandi stund. Nei, við eigum að hámarka hamingju okkur hér á jörðinni því fjarsjóðin er ekki að finna á himninum. Fjarsjóðurinn er lífið sjálft og eina syndin er að sóa því. Það er ekki fyrir með höfnum boska verslinga sem við raunverulega skiljum hversu dýrmætt lífið er. Þá fyrst sjáum við í gegnum þennan glataða málstaf. Bergdís talaði í 3 mínútur og 57 sekúndur. En já, þá eru allar ræður kvöldsins búnar og við vindum okkur núna í dómarahlé og já, sjáumst á eftir. Nei, tjúk. Já. Burn. Já. Hvað segir? Já, ég skil. Já, verða að vinna líka, sko. Já. Þarna, þegar dómarar koma tilbaka, þú veist, þú ert að aflýsa dómara. Já, afsala, já. Afsala, já. Þú veit alveg hendur þau.
La 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 fá sér pulsu að taka pulsulega fá sér pulsu já nei nei fá sér pulsu Okidoki, herru bið allir að fá sér sæti herru, nú er bara komið að kveðstundi á mér og já, bara tími til komin að tilkynna úrslitin núna já, nú segi ég bara takk fyrir mig og ég afsala mér fundarstjóraréttindum til oddadómara bjóðið Einar Baldvin velkominn upp í pontu Góða kvöldi, hörðu, ég ætla að hafa þetta stutt í kvöld að sem var árshátíð í gær og ég er ólýsanlega þunnur og búinn að vera að hlusta menntaskólakrakka rífumst Jesú sem bara erfast sem ég gert. Já, geggjum keppni, ógeðslega vel gert, sjúklega stigahá keppni líka. Þetta var heildastigin voru 392. Sjúklega mikið. Já, ræðumaður kvöldsins. Það var svo mikið sem Urðuvala. Dómarar voru ósammála og stigamunurinn var 15 stig. Hvað er ég svona fáránlegur eða? Og já, sigurliðið hér í kvöld er svo mikið sem Verslunarskóli Íslands.